Náttúruverndarsinninn Ómar Ragnarsson hefði gert stuttmynd þessi áform. Hann fór meðal annars til Noregs til að afla efnis og segir menn þar óttast mest umferð olíuskipa. Eitt olíuslys við Vestfirði eins og Exxon Valdez, þá ertu bara með 3 stærstu fuglabjörg Evrópu undir. Straumarnir liggja meðfram Vestfjörðum, þannig að slys við Látrabjarga, það eru bara allir firðirnir norður úr og austur á Húnaflóa. Og menn eru tilbúin að taka þessi áhættu. Og við vitum í Alaska að þá eftir 20 ára þá er þetta hvergi nærri búið að jafna sig hvorki í ánum né í sjónum. Þótt norsku firðirnir taki Vestfjörðum fram að stærð og fjölbreytni, finnast einstök fyrirbæri á heimsvísu á Vestfjörðum. Þar eru 3 stærstu fuglabjörg Evrópu og 1 þeirra Látrabjarg. Liggur að Breiðafirði, sem er eyjum sínum á ströndum, er efni í friðland eða þjóðgarð. Þótt fuglarnir séu milljónum saman uppi í vestfirsku fuglabjörgunum, þá samsvara þessi fuglabjörg aðeins íbúðablokkum. Öll fæðuöflunin fer fram á og í sjónum. Þar eru fuglabreiður og ótrúlegur fjöldi syndandi í kafi. Og þá er spurningin, hverjar eru afleiðingar stórs olíuslys? Lögmál Murphy segir, ef eitthvað getur farið úrskeiðis, þá mun það gera það. Og það veit það enginn hér að í júlí, 20. júlí 2005, að þá var stórt olíuskip sem rakst á ísjaka norður af Íslandi og það átti engin ís að vera samkvæmt gervitunglamyndum. Og því var laumað til Hafnarfjarðar reynt að gera við þetta í bráðabirgða og fara með það út. Þetta getur gerst hvenær sem er og mér finnst mér ólíkindum að ætla að fórna Vestfjörðum fyrir þessa miklu áhættu.